Hæ og velkomin í þetta dæmi. Dæmi 4. Dæmi 4. Núna ætlum við að lesa hérna. Stærðfræðilægin er svokallað símannsáfengi og skipt upp í nokkra matsþætti með mismunandi vægi. Hlutapróf 1 gildir 25%, hlutapróf 2 gildir 25%, stafræn vinnubók gildir 20%, verkefni gildir 20% og verkefni gildir 10%. Somlið fær eftirfarandi einkunnir: 8 í hlutaprófi 1, 7 í hlutaprófi 2, 7 fyrir stafræna vinnubók, 6 í verkefnum og loks fær hann 5 í virkni. Ok, og við hefum að setja þessar upplýsingar upp. Kristján, hvernig gerum við það? Þannig að gera þetta svona. Byrjum bara á því að þýða þetta sem bara kannski Matsþætti. Stættir, já. Hlutapróf 1. Hlutapróf 2. Kemur stafræn vinnubók. Verkefni. Virkni. Og virkni fekk hann 5. Í verkefni fikk hann 6. 6. Stafræn vinnubók 7. Og 7 aftur. Og svo 8 Og svo 8. og skrifum upp einkunnir. Og þá þurfum við að vita hvað hlutapróf voru mikið prósent. Hlutapróf 1 var 25. Hlutapróf 2. 25. Það gildir líka 25. Stafræn vinnubók 20. Og verkefnin voru líka 20. Og síðan virkni 10. Og svo summum við vægin saman bara til að passa upp að þetta sé 100. Og allt rétt þá. Og kemur vegni. Virkni. Í því skal ég segja þér, þá gerum við svona og við tökum einkunnir, þannig 8 hana, hver svona, og sinnum því við vægin, þannig þetta verður 2. Sama gerum við hér, Getur ekki dreigð niður. ekki strax, svona, svo. Nei. Og tímsenni, það er nærra saman tíma. Þannig, ok. Já, heyrðu. Svo ætlum við að finna Meðaleinkunn. ekki lókaeinkunn. Nei. Jú, Hver er veginn meðaleinkunn, lokaeinkunn? já. Hvað sem meðaleinkunn, svo lokaeinkunn? Ok. Og það er bara svona og þessi hérna og svona. Og til að finna meðaleinkunn þá förum við hérna upp í FX, besti vinur okkar, og veljum average og svo veljum við hérna Það er bara að skrifa það. Ups. Og svo veljum við hérna einkunnir
svona. Og þetta er þá svarið. Og síðan inn í D sýnir fram á einhverjum allra mannsanda er sjálfur við öndum súruriti í kassan til hægri. Þannig ok, þannig sýnir fram einhvernir, ég myndi halda að þetta væri svona, insert og svona. Svo förum við hérna upp í chart element og veljum axis titles og veljum primary horizontal og svo skrifum við mats þættir og því að þetta hérna niður eru matsþættirnar og svo förum við aftur hérna upp axis titles og veljum primary og skrifum Gunnir og svo þegar við viljum hafa þetta smá flott þá hérna förum við hérna upp ef maður vill það og það er hægt að velja alls konar hérna. Þetta er svarta. Svarta, ok. Svart. Svona? Nei. Nei, ó nei. Svona. Þá var þetta dæmi bara komið á okkur. Takk fyrir.